Já, nú ætlum við að ræða öryggis- og Evrópumál. Hingað kominn Árni Þór Sigurðsson sem sendiherra í leyfi, fyrirverandi þingmaður VG. Þú skrifaði grein sem ég veit að vakti töluverða athygli, þar sem þú ert eiginlega að velta fyrir sér stöðu Íslands í breyttum heimi. Ef við kannski að byrja að tala breytingar í heiminum. Já. Hver eru þær? Þótt að kannski sé augljóst, en það skiptir máli hvernig þær eru lagðar á borð. Já. Það sem að maður auðvitað að horfa upp á, eða eins og ég upplifa það minnstu kosti, og ég held að margir deili þeirri sína, það er svona, það er minna umburðarlyndi, það er þróun í átt að minna frjálsræði, minni virðingu fyrir réttindum, mannréttindum, hópar sem eru viðkvæmir í viðkvæmri stöðu, undir högg að sækja. Það er sótt að rétti kvenna, það er sótt að rétti hinsegin fólks. Það er þessi þróun sem hefur verið að eiga sér stað einhvern tíma og að brjótast út, jável bara í löndum í kringum okkur, löndum sem við höfum gjarnan litið á sem svona, bandalagslönd. Þetta er þróun sem auðvitað hefur hún verið lengi víða annars staðar í heiminum, en hún er svona komin nær okkur, og hún allavega gagnvart mér, þá hefur hún áhrif á mína sýn. Og þetta veldur mér áhyggjum, því ég er áhugamaður alþjóðamál, ég er áhugamaður góða samskipti milli ríkja, milli fólks og þjóða. Þannig að þetta veldur mér áhyggjum, og það er það sem rekur mig svolítið áfram til þess að hugsa þessi mál svolítið upp á nýtt í nýju ljósi. Já, það er átök innan ríkja og líka milli ríkja. Það sem þú ert að vísa til núna er líklega svona stefna Trumps í Bandaríkjunum, þar sem hann ræðst að tilteknum hópum, transfólki, ræðst líka af háskólastofnunum og svona sjálfstæðri stofnana, virðist á svipuðu för og Erdogan var kannski fyrir nokkrum árum í Tyrklandi og Orbán í Ungverjalandi. Hann á skoðanasystkini í Le Pen í Frakklandi og einhverju leyti Meloni á Ítalíu, Alternative for Deutschland í Þýskalandi. Þannig þetta er það fer vofa Evrópu. Já, og þetta, maður höfður þetta séð, ég hef nú starfað talsvert erlendis og meðal annars í Rússlandi og þekki rússneskt samfélag mjög vel, hef dvalið þar oft og það eru meira en 40 ár sem ég kom þangað fyrst og hef verið bæði þar í námi og starfi. Þannig að ég þekki þetta samfélag ágætlega, og þessi viðhorf hafa líka verið að ágerast þar. Rússland er flókið, en það kom tímabil undir lok Sovétríkjanna og kannski í kringum hrun Sovétríkjanna, þar sem var ákveðin bjartsýni að Rússland eða sovéskt samfélag, rússlenskt samfélag væri á annarri leið, væri í leið að meiri opnun. Það hefur orðið bakslagið þessu, og það sem hefur áhyggjur af að eftir því sem að þessi svona viðhorf breiðast út og fara líka, þú nefnir einmitt Bandaríkin og ýmis ríki í Evrópu, ef að þeim vex fiskur hrygg, þá öðlast þau meira lögmæti, ef svo má segja. Og verða kannski meiri svona staðal viðhorf, og það er það sem maður hefur áhyggjur af. Man gæti haldið fram að stjórnmál í Evrópu fara fram á heimavelli þessara hugmyndastefna. Að vissu marki gera þau það, og þú sér... Andstaðan er ekki svo skýð, við tökum eins og Bandaríkin. Veistu hvað demokrataflokkurinn er? Nei, og maður verður lítið var við hann, og það er náttúrulega mjög sérkennilegt í ríki sem að kalla sig vöggu lýðræðis eins og Bandaríkin, að þú sérð í raun og veru ekki, minnst ákosti ekki þegar þú horfir á þetta utanfrá, þá sérðu ekki almennilega stjórnarandstöðu í Bandaríkjunum í raun og veru. Kannski þeir sem að fylgjast mjög grannt og kunna lesa milli línu og annað slíkt, sjá kannski það, en svona út á við þá verður ekki mikið var við það. En hvað gerir litla Ísland í svona heimi? Já, þetta er hins vegar stór spurning fyrir lítið land. Ég er þeirra skoðunar og ég held að margir deili því að fámennt ríki sem hefur hvorki efnahagslega né hernaðarlega burði til þess að beita einhverju slíku afli í samskipti við önnur ríki, verður að treysta á samstöðu með öðrum, verður að treysta á það
við getum sagt að alþjóða kerfið virki, að alþjóða stofnanir, að þær virki, samningar, þjóðréttar samningar sem eru gerðir að þeir haldi. Það bara eiginlega lífsnauðsynlegt. Við höfum eiginlega ekki annað að velja en að reiða okkur á það. Og þegar að sótt að slíkum gildum og þegar að alþjóðastofnanir eru veiklaðar vegna þess að stór og sterk ríki draga til dæmis úr fjárhagslegum stuðningi við þær, gera þær síður í stakk búna til að sinna sínu hlutverki, þá svona sótt að þessum gildum og ég lít svo á að fyrir landi eins og Ísland að þá þurfum við frekar að treysta og efla samskipti okkar og samtal og samstöðu með löndum sem að í megin atriðum deila okkar gildum og okkar sýn á það hvert við viljum stefna. Og þá ég að tala þessi gildi, mannréttindi, lýðræði, félagslegan jöfnuð og svo framvegis. Auðvitað það svo þannig að innan ríkja eru þetta alls konar skoðanir og skiptaskoðanir. Það líka hér á Íslandi. En þetta, ég að horfa á þetta meira svona í stóru myndinni og svona og í því sambandi eigum við tvímælalaust í mínum huga samleið með öðrum Evrópuríkjum. Það ekkert ný skoðun hjá mér að við höfum samleið með Evrópuríkjum. Spurningin hins vegar meira hvað viljum við formgera það samstarf mikið. Við höfum þetta gert það heilmikið í gegnum alls konar samninga eins og EES og Schengen. Og já, þess að þú leggur áherslu á að lítið land þurfið að treysta á svona alþjóðlegi samningar haldi og eitthvað svona. Mætti ekki bara fara bráðum að segja það að þetta svolítið næf hjá þér? Að ég meina Ísrael kemst upp með að hunsa allt sem að Sameinuðu þjóðirnar segir. Alþjóða stríðsglæpadómstóllinn gefur út að það sé að öllu líkindum þjóðarmorð í gangi og öllum stjórnvöldum beri að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að stöðva það. Engin Evrópuþjóðir að gera neitt í þá veru. Bandaríkin tala sem að við erum með varnarsamning við, tala að taka Grænland með hervaldi. Bandaríkin eru lykilatriði í NATO sem að menn voru að treysta á. Inn í Evrópu við töldum upp svona stjórnmálaöfl sem að eru ansi fyrirferðarmikil og eru mögulega bara að ná völdum. Ég meina kannski í Hollandi, það var mikil áhrif á stjórnina í Svíþjóð, ráða Ítalíu, forsetinn í Póllandi, hann var kosinn núna fyrir skömmu síðan sem á þessari línu raunverulega. Já, þessi samfélag samt klofin, þú sér það nú bara eins og í Póllandi. En það sem ég meina þetta, sko ef við segjum ekki neitt, ef við gerum ekki neitt, þá öðlast þessi sjónarmið meira lögmæti og fá meiri fótfestu og það þarf að spyrna við fótum og ég vil meina að svona megin straumurinn í íslensku samfélagi sé einhvern veginn þarna að vilja spyrna við fótum gagnvart svona þróun og að þá eigum við að leggja okkar lóð, það kannski ekki þungt en það vegur eitthvað og sérstaklega vegur það ef við getum fengið fleiri í lið með okkur. Ég nefni til dæmis málefni í Palestínu. Ég var formaður utanríkismálanefndar þegar við fjöllum það á Alþingi að viðurkenna sjálfstæði Palestínu 2011 og Ísland var fyrst norrænna ríkja til að gera það. Það voru margir sem töldu að það væri ótímabært og það sjónarmið sem við heyrum ennþá því að þeir heyri það til dæmis í Danmörku þar sem ég hef líka starfað að ég vil jafnar menn þar segja að það ekki tímabært. Spurningin býtu hvenær það tímabært og ef við til dæmis talandi stöðuna í Ísrael og Palestínu, ef við raunverulega meinum eitthvað með það að tveggjaríkja lausnin sé það sem að gildir, býtu verða þá ekki báðir aðilar að koma jafnfætis að því borði. Það var dálítið sjónarmiðið sem að réð för á Alþingi á sín tíma þegar ákveðið var að stíga þetta skrefa viðurkenna sjálfstæði Palestínu. Svíar hafa síðan gert það og gerðu það nokkur mánuð síðan og Norðmenn hafa núna nýlega gert það. Þannig að ég bara segja að við getum haft áhrif bæði með í orði og verki og eigum að gera það og eigum að leggja af stað. Getur vel verið að það ber ekki alltaf árangur eða það taki langan tíma en hinn kosturinn er að þegja og gera ekki neitt og ég tel hann miklu síðri. Þú ert að tala okkur inn í Evrópusambandið.
Sko ég að segja það, ég kom líka nálægt þessu umsóknarferli á sínum tíma þegar ég var á Alþingi og var einmitt formaður utanríkismálanefndar sem fjallaði þessi mál. Þráttur að flokkurinn væri ekki hlynntur því og þá sætta sig við að fara þessa leið. Já, og það voru ýmsi. Ég var til dæmis þeirra skoðunar og hef verið það að það sé rétt að þjóðin taki afstöðu til þess hvort hún vill þarna inn eða ekki. Og þess vegna var ég alveg tilbúin til þess að fallast á að fara í viðræður og leggja þær undir dóm þjóðarinnar. Ég hefði reyndar kosið þá að það hefði verið tvöföld þjóðaratkvæðagreiðsla. Fyrst það hvort að ætti vildi að leggja eina leiðangur. Og það var reynt í stjórnarmyndunni 2009. Það var afstaða míns flokks þá að við ættum að gera það. Flokkur þáverandi forsætisráðherra og utanríkisráðherra var því andsnúinn og það varð ekki niðurstaðan. Heldur að þjóðin hefði ekki kosið að gera það? Ég hugsa það nú. Ég hugsa það líka. Það segir ekkert hvað við hugsa það. Nei, þannig stemningi var þannig. En ég held að það hefði líka verið miklu skýrar umboð sem að menn hefði farið að stað með. Það hefði breyst síðan eftir ISIF. Já, það getur haft áhrif. En ég tel bara, sko, ef við horfum á Evrópusambandsumræðuna þá einkennist hún hér oft og mjög mikið af afstöðu til einstakra þátta. Getur rætt þetta út frá sjávarútvegsmálum eða þú ert kannski í landbúnaði eða þú horfir á út frá tollamálum eða gjaldmiðilsmálum eða einstökum raforkutilskipunum. Jú, menn getur þetta valið að gera það. Og það sem ég kannski meira að segja núna að mér finnst mikilvægt að menn horfi á þetta meira út frá svona heildarsýn. Hvar viljum við skipa okkur í sveit? Og það getur orðið ágreiningur einstaka málaflokka innan, og það innan ESB, milli ríkja, innan ríkja, alveg eins og í pólitík á Íslandi. Það skipta skoðanir hinn og þessa hluti. Þannig að ég meira að horfa á það að við að meta þetta mál út frá heildarhagsmunum og hvernig við best komum okkar málstað og sjónarmiðum á framfæri sko í raun og veru segi ég hvergi þessari greina við að fara inn í ESB þó að það sé margir sem túlkaða þannig. Já, það svona, hangir eitthvað þarna á milli línana. En það er kannski meira því að ég að opna á þessa nálgun sem er svona kannski aðeins nýjur úr þeirri átt sem ég kem. Ég finnst að fengi mjög góð viðbrögð við henni líka einmitt frá mínu gömlu flokksfélögum mörgum. Og það hefur komið fram í könnunum að það er hluti kjósenda VG sem eru hlynntir aðildinni og hefur líklega alltaf verið. Þetta er náttúrulega svona mál sem að skiptir flokka í tvennt og þessuna til dæmis í öðrum löndum er yfirleitt sko umræðan þetta háð einhver leiti utan flokkana. Já. Og það er yfirleitt búin til eitthvað svona samtök sem halda utan sikkvort sjónarmið. Og það er bara mjög eðlilegt. Og ástæðan er svo að þetta er fólk með ólíka afstöðu innan allra flokka. Já. Og hér á landi er það reyndar innan flestra flokka ólík sjónarmið og flokkar hafa jável klofnað þessi mál eins og við þekkjum. En ég hef líka fylgst mjög vel með svona þessari umræðu á hinnum Norðurlöndunum. Ég hef búið á öllum hinnum Norðurlöndunum í nám og störf og þekki þessi samfélag ágætlega og marga sko, þá sem eru virkir í stjórnmálum og stjórnmálumræðu þar og það sem að vekur athygli mína að flokkar sem að við köllum systurflokka VG, þeir hafa margir hverjir í öllum löndunum breytt afstöðu bæði gagnvart Evrópusambandinu og jafnvel Atlantshafsbandalaginu líka. Þetta var erfitt fyrir vinstri flokkin í Svíþjóð. Já. Þetta var erfitt fyrir þessa flokka. Já, en þeir hafa tekið einhvern veginn þá línu að segja gott og vel, við erum þarna. Við skulum þá akseptera það, en við skulum halda okkar málflutningi og okkar sjónarmiðum á lofti innan vébanda þessara sambanda eða bandalaga frekar heldur en að berjast gegn aðild sem er í þessum tilvikum þegar orðin. Í Noregi reyndar ekki komið inn í ESB en þar hefur til dæmis sósíalíski vinstriflokkurinn í raun og veru breytt tón og takt gagnvart aðild Noregs að Atlantshafsbandalaginu. Talandi Atlantshafsbandalagið, það er við erum með varnarsamning við Bandaríkin og kom Kveiksþáttur sem kom fram að hann er alveg
bandaríski herinn hefur ansegi mikil völd hérna, getur eiginlega tekið landið eða vilja, það mátti helst skilja það þannig. En við erum með þennan samning en út af breyttri afstöðu hérna, bandaríkjastjórnar bæði til NATO og svo náttúrulega þetta tal Grænland og okkur hlera. Það voru margir hér sem að vilja segja þessi svo að við getum ekki treyst á Bandaríkin varnir, þess vegna ættum við að treysta á Evrópu og þess vegna myndi ég vilja fara inn í Evrópusambandið. Maður veit þetta sjónarmið. Hvað segir þetta? Er Evrópa nógu sterk til þess að treysta varnir okkar og eða skiptir það nokkru máli því að við erum á skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna og þannig það bara? Sættu við bara við það? Já, sko, við náttúrulega sjáum þetta að sko, ríki sem að eru skilgrein stórveldi eða skilgreina sjálfsig sem stórveldi að þau fara nú kannski sínu fram alveg burt sér frá og þetta tengist aftur umræðinu gildi alþjóðasamning, alþjóðaskuldbindinga, virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti þjóða og svo framvegis að það stundum lítils virði þegar eru við völd öfl, einstaklingar eða öfl sem að láta sig litlu varða slíka hluti. Trump talar svolítið þannig að vilja bara skipta heiminum í einhverjum samningum við Rússland og Kína? Já, ég finnst það bara skelfileg tilhugsun og bara segja eins og er og þessi framganga gagnvart Grænlandi eru þetta alveg makkalaus. Altså, í raun og veru, því að sumir að lesa eitthvað milli línana í þessum skrifum sem ég var með, að þá þetta sem þú ert að nefna núna, það er þarna á sveimi í greininni hjá mér að ég er í raun og veru að segja að mér finnst að við eigum samleið með Evrópuríkjum og við eigum að skipa okkur í þá sveit og við eigum að hugsa það, sko, viljum við fara þar inn eða ekki, að afstæðan á að ráðast af heildar sjónarmiði frekar en einstökum málefnalegum þáttum sem að þarna eru innanborðs. Og þá er þetta að hugsa það líka í öryggis og varnarsamhengi að ég meina hugsunin sko svona af því að ég kalla sjálfum mig friðarsinna, pacifista sko. En ég hef líka upplifað að búa í landi sem á í stríði og hlusta á allan einhvern veginn sko áróðurinn sem er í fjölmiðlum eins og til dæmis í Rússlandi. Þannig að stjórnvöld sem vilja fara sínu fram geta gert það í krafti þess afls sem þau hafa og gera það kannski bara óspart og ég vil reyna að sporna við þessu og ég tel að við eigum í þessu samhengi þessna samleið með Evrópu. Ég skil alveg þetta sjónarmið sem að ég heyri frá mörgum að getum við nokkuð reitt okkur á hana varnarsamningu Bandaríkin. Ég meina þegar á hólminn komið ef að til þess kæmi nú getum við treyst því. Og hann ekki full einliða í Bandaríkjunum með áskil sér rétt til þess að taka og líta kannski á þetta sem stórveldi, líta á þetta bara sem sitt áhrifasvæði og bara lykilatriði stöðu sína í Norður-Atlantshafi og hérna og Rússarnir viti þetta og allir viti þetta, þannig það er enginn að fara að ráðast á Ísland, það er bara eins og að ráðast á Washington. Þannig að þar að leiðandi þurfum við kannski ekki að hafa svo miklar áhyggjur, við erum alltaf að öryggisstöðu heldur en Eystrasaltslandin eða... Já, þegar þú ert að horfa á þennan hefðbundna hernaðar, sko, ég vil segja, þátt, sko, en þetta hefur líka breyst að því leyti til að það eru bæði ríki og jafnvel aðilar á vegum ríkja eða með svona þegjandi samþykki ríkja sem er að beita annars konar hernaði og þá er ég að hugsa bara hluti eins og innviði þó að við ættum kannski ekki endilega að vona því að hér kæmi erlent herlið og ætlaði að reyna að taka Ísland og þá er þetta að valda mjög miklu tjóni á samfélaginu með öðrum hætti í dag. Og við þurfum að vera vakandi gagnvart því að mínu mati. Eins og hvað, svona einhver nethernaður sem að byrtist með hvað hætti? Til dæmis að það er farið inn í innviðin okkar, það er farið inn í kerfin sem stýrir raforku eða strengirnir sem að liggja í báðar áttir frá Íslandi, jarðstrengirnir. Það eru svona hlutir sem hægt er að áhrif á og svo sjáum við þetta sko íblöndun eða íhlutun í lýðræðislega þáttök og lýðræðislega
umræðu með alls konar gervigreindum eða líkum eins og einhverjir kalla gervigreindina. Þú getur lent í því að vera að rífast við einhverja vél á Facebook daginn út og daginn inn. Já, og ég held að menn þurfa að vera vakandi gagnvart þessu, þannig að það er þetta sem ég er að horfa á, að við mögum ekki vera blái gagnvart þessu. Þarna eru einhverjar ógnir sem að við þurfum að vera minnstakosti viðbúin. En ef þetta snýst öryggismál, er ekki Evrópa bara allt og veik öryggislega? Ég meina allar þessar þjóðir eiga bara fullt í fangi með sjálfa sig, sko. Já. Þau eru bara... Já. Þau eru bara að reyna að byggja upp herafla og byggja upp varnir og þau eru bara langt á eftir, sko. Þannig að við þarna, það þýðir ekki að hringja í Þjóðverja eða Svía og biðja að hjálpa okkur ef það verður ráðist okkur. Nei. Ertu vissum að þú hafi númerið í Hvíta húsinu, sko? Ég veit ekki. Hvort það myndi duga? Já, ef brestur sambandi við Bandaríkin, þá er ég að segja að kannski er bara Evrópa ekki bara í stakk búin. Nei, það kann vel að vera, en ég tel nú að það sé samt betra að eiga samstarf þar heldur en að vera algjörlega berskjölduð. Þannig að möguleikin að vera bara ævarandi hlutlaust ríki eins og var eins og draumur Íslendinga, að þú lítur svo á að það sé ekki. Við getum ekki að sömu stöðu og Írar til dæmis, að vera bara utan Atlantshafsbandalagsins. Írar eru samt í margháttuðu samstarfi við aðrar þjóðir. Þeir eru til dæmis inn í Evrópusambandinu, hafa valið það. Austurríki er náttúrulega annað dæmi ríki sem að vilja að standa utan Atlantshafsbandalagsins en er samt inn í Evrópusambandinu, þannig að þau hefur ekki valið að standa utan allra bandalaga eða sambanda, heldur hafa þið valið þetta, og við og Norðmenn hins vegar bæði inn í Atlantshafsbandalaginu en ekki í Evrópusambandinu. Þetta er þetta ákveðið val og hagsmuna væntanlega mat á hverjum tíma. Þannig þú ert með öryggissjónarmið, en þú ert líka með að í heimi sem er hverjandi hveli, að þá sé best fyrir okkur að vera í einhverju bandalagi, einhverju samstarfi með þeim sem eru svona líkastir okkur. Já, ég er eiginlega komin mjög inn á þá skoðun og sko hlutirnir breytast, sko. Við búum ekki í einhverju óbreytanlegri búblu, sko. Það eru hlutirnir í kringum okkur breytast, tæknin fleygi fram, það eru aðrir hlutir sem verða að áskorunum og svo breytist maður kannski svolítið sjálfur líka, sko, og maður umhverfið hefur áhrif á mann og upplifanir og annað slíkt, sko, þannig að ég er nú svolítið komið þarna, já. En árunum svona eftir hrun og þá var varnarliðið farið og fleira, þá virtist utanríkisstefna Íslendinga vera svolítið að vera bara góðu vinur allra. Við erum með fríverslunarsamningu Kína, er ekki bara á leiðinni eða er hann búinn þarna fríverslunarsamningu við Indland. Þannig að þetta er svona Ólafs Ragnars línan svona að smáþjóðum fer best á því að vera vinir allra. Er heimurinn orðið svo háskalugur að þessi hugmynd að hún passar ekki lengur? Sko, ég nefni það í minni grein og ég veit að það hafa íslenski fræðimenn í stjórnmálafræði við háskólann einmitt verið að rannsaka utanríkisstefnuna og skrifað þetta að Ísland hafi svona mjög í stórum dráttum látið afstöðu sín utanríkismálum ráðast af efnahagslegum hagsmunum. Viðskiptalegum hagsmunum og efnahagslegum hagsmunum, frekar en einhverri svona heildarmynd á því hvar við viljum vera. Ég er ekki að segja að þetta sé undantekningarlaust og þetta völdu við að fara inn í Atlantshafsbandalagið á sín tíma, en áttum á sama tíma í miklum viðskiptasamningum með Sovétríkin? Já, þau komu nú kannski að örlítið seinna, en gott og vel, en það voru klárlega viðskiptalegir hagsmunir sem að þarna réðu ferðinni og þannig að ég held að það hafi minna farið fyrir því að menn horfi svona á þessa heildarmynd, eins og ég segi, sko, hvar viljum við vera. Það kemur ekkert í veg fyrir að við viðskipti og þetta í besta heimi allra heima þá væri þessi heimur frjáls og fólk bara almennt væri frjálst og við gætum átt viðskipti hér og þar við þá sem við vildum og svo framvegis. En því miður að þá er það þetta í raun og veru sem við byrjuðum á að tala um, það er sko, hvert er heimurinn í raun og veru að fara? Hann er því miður í mínum huga að fara í þveröfuga átt við það sem ég hefði vilja sjá. Þannig að
Já, þetta er og þá flókið þurfum við mynd. að leggja okkur fram. Eitt varandi Bandaríkin að þau virðast vera, þú veist, eitthvað lítið að búa sig undir svona átök við Kína. Nú sér maður ekki alveg í hendi sér að Bandaríkin og Evrópa hafi sömu hagsmuni gagnvart Kína, en einhvern veginn Evrópa hefur alltaf fylgt Bandaríkjunum. Heldur að geti orðið svona einhver svona klofningur þarna á milli að ég held að Evrópa myndi varla lifað af að fara í eitthvað svona viðskiptastríð við Kína og ofan á að hafa mist orkuna frá Rússlandi og Nei, ég held reyndar að það sé sko ákveðin gjá að myndast eða gæti orðið á milli Evrópu og Bandaríkjanna, minnst eins og sækir standa núna og nú veit maður auðvitað ekkert hvað svona stefna sem að við erum að horfa upp á í Bandaríkjunum í dag verður langlíf, hvort hún er bara undir núverandi forseta eða hvort hún jafnvel heldur áfram með nýjum forseta, það veit maður ekki. Nei, þetta getur versnað, það er líka það gleymist stundum. Já, það er eins og ég hef stundum sagt þegar ég spurður sko Rússland, ég meina verður ekki Pútín að fara og svarið við því er já, það getur vel verið en þú veist ekki hvað þú ferð. Það er ekkert gefið að það verði eitthvað betra. Þannig að hlutin geta líka versnað. Ég held að það sé augljóst að það eru svona einhverjir brestir í þessari samstöðu sem hefur verið milli Evrópu og Bandaríkjanna og bara, þú veist, orðræðan og þetta tollamál og annars slíkt, þetta segir manni það að það er ekki alveg sami samhljómur og verið hefur og hagsmunir geta auðvitað verið ólíkir, það er rétt sem hún nefnir eins og gagnvart Kína. Kína er reyndar mjög flókið, það er oft talað til dæmis að þessi samstaða milli Kína og Rússlands, það er mjög flókið mál og það er alls ekki eins beinbraut eins og menn haldast. Þetta er ekki náttúrulegir bandamenn. Nei, alls ekki. Sko. Það er frekar öfugt. Já, en þegar hagsmunirnir eru, þá hagsmunir ráða miklu. Já, en núna er staðan þar þannig að Rússarnir, þeir þurfa á Kína að halda, en það er ekki öfugt. Að því þú nefndir tollana, þá verði eiginlega að því þú tala um Evrópusambandið, að við erum með 10% tolla og Evrópa með 20 og hótunum 50. Af hverju ættum við að fara þangað inn? Er það ekki bara ánægðir að vera með, ef að vera undir radar hjá Donald Trump? Er það ekki bara að halda okkur þar? Sérðu til nákvæmlega. Þetta viðhorf endurspeglar akkurat það sem ég var að segja það að efnahagslegir hagsmunir ráða för í utanríkismálum. Altså, það er algjör tilviljun að mínu viti. Það er ekkert náttúrulegt að bak við það að Bandaríkin ákveða að setja 10% toll á Ísland og 20% á hvern annan. Það gæti alveg sagði orðið öfugt. Og hvað hefðu við þá sagt, skilurðu? Þannig að þessna finnst mér svo mikilvægt að menn nálgist þetta Evrópumál út frá sko, heildarsýnin, ekki út frá einhverjum, það geta verið tollarnir í dag, sko, er það gjaldmiðillinn á morgun, sko, eða sjávarútvegurinn hinn daginn, sko. Árni, ég get ekki slepptir aðeins að spyrja um Rússland. Hvað heldur að Rússar og Pútín ætli sér með Úkraínu? Heldur að þeir ætli að taka landið allt? Að reyna að halda Úkrænumönnum sem eru hérna, það er náttúrulega þjóðabrót Rússa þarna í austrinu en þegar þú komin í vestrið að þá er minna af því og heldur að þeir treysti sér til þess að halda landinu með þjóð í uppreist gegn sér? Já, það er ekki víst. Sko, það er hugtak í rússneskri svona, í rússnesku mentaliteti sem heitir Velika Держава. Það er að segja það sem að Rússar eru mjög uppteknir og þetta þýðir bara hið mikla ríki. Rússar eru mjög uppteknir af þessari sýn að Rússland sé stórveldi og þeir gera mikla kröfu og það á við bara almenningur Rússlandi, þeim finnst að það eigi að taka Rússland þannig sem stórveldi og það hafi ekki verið gert og Rússland hafi verið niðurlægt og það þurfa að endurheimta þessa stöðu sína á alþjóðavettvangi. Almenningur upplifir það að Pútín hafi gert einmitt þetta? Já, þetta er mjög ríkt í rússneskri þjóðarsál. Sko, alveg sama hvað mönnum finnst það, þetta er bara þannig. Og ég held að þessi hugsun stórveldið að hún hafi átt mjög ríkan þátt í því að Pútín tók þessa ákvörðun að fara þarna inn. Síðan komaðu þessar röksemdir stækkun NATO og að það hafi aldrei átt að stækka NATO til austurs. Það sé ógn við öryggishagsmuni Rússlands.
svo frá mínu bætinu séð var aldrei neinn hætta á því að eitthvert NATO-ríki færi að fara með hervaldi inn í Rússland. Ég tel að það sé stórlega ágert og ég hef lesið endurminningar Gorbatsjós sem hafa komið út í nokkrum bókum og þar sem hann meðal annars ávarpar þetta mál með stækkun NATO í tengslum við sameiningu Þýskuríkjanna og það sem sagt er það í Rússlandi, það er líka stórlega ýkt. Gorbatsjó segir... Þessi meintu loforð vestusins. Gorbatsjó segir sjálfur í einni endurminningabók sinni að hann hafi einmitt verið gagnrýndur fyrir það heima fyrir að hafa ekki gengið frá því bara nánast skriflega og þinglýst, skilurðu, sem hann taldi ekki þörfa á að gera. Auðvitað voru aðstæðurnar aðrar á þessum tíma. Varsjárbandalagið var ennþá við lýði, þannig að aðstæðurnar voru auðvitað aðrar og hann taldi það bara ekki þörfa á að gera neitt slíkt samkomulag. Þessu segir hann frá sjálfur í sínum bókum, þannig að maður geta alveg kynnt sér það. Og svo til dæmis önnur bábilja sem gengur mjög er að Hrúsjov hafi 1954 gefið Úkraínu Krímskagann. Ég hef líka rannsakað það bara sérstaklega og skrifað það ritgerð og það er auðvitað bara þannig að það mál fór nákvæmlega eftir stjórnarskrá Sovétríkjanna frá 1936 og bara allan þann feril og Hrúsjov var 1954 ekki með nein þau tök á Sovétríkjunum hafandi verið við völd í 1 ára að hann gæti ráðið slíkum hlutum. Þannig að það eru fullt af svona hlutum sem bara ganga og ég sé þetta tekið upp í umræðunni, þetta var tekið strax upp á 10. áratugnum í rússnesku stjórnmálaumræðu en þetta er eftir á skýringar. Já. En kannski skiptir ekki meginmáli, ég veit að það eru margir sem að leggja höfuðáherslu hvað var sagt og hvenær og fleira, en svo eru aðrir sem segja sem svo að ég meina Rússland lítur á sig sem stórveldi og við þekkjum viðbrögð Bandaríkjamanna við eldflugum á Kúbu. Það sem að lausni var meðal annars að semjum að setja ekki eldflugar í Tyrklandi vegna þess að stórveldi lítur á það að vilja ekki hafa herlið annars stórveldis alveg upp við bæjatinnar og ég held að Mersheimr orðar þetta þannig að ef þú ert að pota priki í augun á birninum þá endanum er hann slærað þig og þú getur sagt að sé honum að kenna en þú hefðir ekki átt að vera að pota. Þannig að það er líka sagt, þú veist, að hvort sem þetta verið brot á ykkur sem hafa sagt eða ekki, að þá hafi þetta verið óvarlegt og ég meina Evrópa hafði ekki þann hag af þessu. Evrópa situr uppi með stríð sem er bara krabbamenn í álfunni, algjört krabbamenn. Það hefur eitur áhrif út alla Evrópu, er núna verið að herrvæðinga Evrópu sem að mun draga fé úr velferðarkerfunum og hugsanlega bara umbreyta samfélagum Evrópu. Þannig Evrópa er í stórkostlegum vanda. Já, menn segir mislegt, Mersheimr hann aðhyllist stefni á alþjóðamálum sem byggir á því að það sé réttur hins sterka sem að ræður. Já, hann segir það ekki að sé réttlátt, hann segir bara að hann hegðar sér þannig. Já, hann hegðar sér þannig, það er hans skýringar á því hvernig ríki hegðar sér í alþjóðasamskiptum, en þetta mál með Rússland er að mínum mati flóknara, það eru félagslegar, það er afstaða Rússlands er líka félagslega mótuð, þetta er svo byggir svo mikið á sjálfsmynd og hugmyndum Rússland sem stórveldi. Þannig að þetta snýst ekki bara reyna að klára einhvern zero sum leik í alþjóðasamskiptum eins og sumir aðhyllast. Heldur er þetta félagslega mótað að mínum mati líka og ég veit ekkert hvað Rússlandi mun takast að gera eða hvernig þetta endar og hvenar, þetta er bara skelfilegt að horfa upp á þetta en ég held að Pútín hann er komið svo langt einhvern veginn inn í þetta að hann á mjög erfitt með að bakka nema að hann geti sagt að hann hafi borið sigur á hólmi eða farið með sigur á hólmi. Og í Rússlandi er eiginlega engin stjórnarandstaða og er eiginlega sáralítið svona, hvað ég að segja, pólitískt kerfi. Það er ekki sterkar almannarhreyfingar, það eru ekki frjálsir fjölmiðlar. Það er búið að berja það niður. Þannig að það er ekki að sjá hvernig á að koma mótvægi upp úr þessu. Þannig að hugsanlega
Rússland að þróast hvert? Nei, sko, ég held að sko, það breyting í stjórnkerfi Rússlands, hún verður innanfrá. Með svona nýjum Gorbachev. Ef hún verður... Það voru ekki vel fyrir honum, hann reyndi að breyta innanfrá. Hún, já, en ég meina, sko, hún getur verið í hvora áttina sem hún verður ekki endli í áttina að einhverjum einstaklingi svo Gorbachev, hún getur alveg verið í þverju áttina. Ég bara segja, hún mun koma innanfrá. Það ekkert annað. Það ekkert annað og þegar valdastéttin farin að horfa upp á það að henni sé stórlega ógnað, þá getur vel verið að hún tæki til sinna ráða og geri einhverja breytingar. Það kann vel að vera, sko, en það innanfrá. Ef við ættum ekki að horfa bara á stundarhagsmuni, þá ættum við að horfa til lengri tíma. Og einhvern tíma reyndi ég að orða það þannig að það verður aldrei varanlegur friður í Evrópu nema sé gott samkomulag milli Evrópu og Rússlands. Þannig að þangað ættu við að stefna, hvort sem það hægt eða ekki. Og það ekki bara þannig að það til lengri tíma, sem að við getum bara hort út fyrir okkar líftíma eftir 60 ár, þá væri eiginlega best að væri, einhver eðlileg samskipti milli Evrópu og Rússlands. Það eiginlega grundvallaratriði fyrir frið í Evrópu. Að sjálfsögðu, ég meina og það bara ekki bara við Evrópu og heldur bara að þú horfir á heiminn allan, sko, ég meina ef allsstaðar væri það kerfi og við völd stjórnvöld sem að raunverulega vilja bara að landsmenn þeirra geti búið við frið og öryggi og væri ekki ógna hvert öðru að þá væri við þetta á betri stað. Menn geta kannski kallað það nævisma, skilur en það samt ákveðin sín og það fyrir henni sem maður á að berjast ef maður hefur hana. Og það var, sömuleyti var það sín sem að dreif áfram að langa fríðatíma. Það hafi allt verið eitthvað ógnarjafnvægi og eitthvað fleira en það var náttúrulega mikill vilji til þess að viðhalda fríði í Evrópu. Og það var í raun og veru á tímum kalda stríðsins að þá skiptust þetta líka á kuldatímar og hlýindaskeið. Ég meina það voru ákveðin hlýindaskeið í samskiptum meira segja undir Brezhnev þó að það hafi líka stundum gustað, sko. Og það voru mjög margir sem bundu voni við Gorbachev af því hann kemur bæði af allt annarri kynslóð með allt aðra sýn á það hvernig hann vil sjá Sovétríkin og hann endar meira sem með því að ganga úr sovéska kommunistaflokknum. Það ekki allir sem að sko hafa átt að segja á því en það gerðan ári áður en að Sovétríkin hrundu. En ég bjó í Moskvu á þeim tíma sem hann var við völd og ég veit alveg hvað og vinir mínir rússneski sögðu oft við mig og ég var að segja sko þarna sjáið þetta gerbreytt, þið getið farið út á Rauðatorg og sagt Gorbachev fíbl á þess að þeirra sett í gúlækið og þá var gjarnan svara já það fínt sko en búðurnar eru tómar. Skilur þannig að það var svona dálítið sú sýn sem að maður svona upplifði að efnahagskerfi var í raun og veru í rúst. Já, og það hluti af völdum sem að rússar hafa gefið Pútín byggjast á því að menn upplifa efnahagslegan uppgang. Alveg sama og þau völd sem Erdogan dróð sér var í einhverju svona búmi sem að þar var sem að var kannski svolítið falskt. Það gerist auðvitað upp úr aldamótum og það kannski tilviljun að Pútín þá komið til valda, skilur, en það verður efnahagsleg uppsveifla, það verður hækkun á olíuverði og tekjur Rússlands jukust mjög mikið þannig að það varð velmegun í allan fyrsta áratuginn á þessari öld og Pútín eru þetta þakka það. Ég meina, hann á mikið stuðning. Og nýtti það líka til þess að auka völd sín. Já. Það var ekkit endilega gefið mál í upphafi að mál myndu þróast þannig með hann. En það er því miður gerst. Ríkisstjórnin með það í sáttmálanum sínum að það verið eftir þjóðaratkvæðagreiðslu eigi síðar en 2027 Evrópusambandið og hann var ekki kannski farið í gang mikil Evrópumræða, þú verið að reyna að kveikja eitthvað, það er svona hér og þar. Já, ég nú búin að hugsa þessi mál mjög lengi og endaði nú með því að krota eitthvað niður á blað og setja það út og það var ekki einhver athygli og
og ég sé á svona viðbröðum, sko, það eru margir sem hafa haft sambandum og eru bara ánægðir, en auðvitað eru líka aðrir sem eru ekkert voða kátir með þetta og stundum fer nú meira fyrir því að pota í mannin heldur en endilega að málefninu sé svarað, sko. En við þurfum að sem samfélag að fara í þessu umræðu, hvað sem okkur líka betur að vera, og það hefur ekki svona alveg farið í gang. Má ég biðja að spá, heldur að þjóðin kjósi það að hefja aftur aðildarviðræður? Ég myndi halda það, eins og staðan er núna, og ég myndi jafnvel spá því að þessi atkvæðagreiðsla yrði fyrr heldur en að það sem að talaði í síðasta lagi. Já, getur orðið næsta ára kannski. Kemur ekkert óvart. Herðu, Árni Þór, kæra þakki fyrir að koma hingað og gefa tíma til þess að ræða hérna Evrópumál og öryggismál og ýmislegt annað úr Rússland. Kæra þakki. Herðu, en við ætlum að halda áfram við rauðaborðið, það er eitthvað framöndan á dagskrá, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn. Næsti kafli er eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is